Þetta sannarlega fjölbreyttur föstudagsþáttur hjá okkur í dag því að við ætlum að vinda okkur í handboltann núna. Við ætlum að tala HM í handbolta, nánar tiltekið. Og til þess að ræða þau mál maður hingað kominn sem handboltanum góðkunnur og góðkunnur allir í þjóðinni því það Sverrir Jakobsson. Verð hjartalega velkominn í þáttinn. Já, takk fyrir það, kærlega. Og hvernig leggst þetta í þig, HM, núna í ár? Þetta leggst bara eins og öll önnur ár mjög vel í mig. Já, það ekki. Þegar við erum hérna sem þátttakendur og komum okkur á mótið, þá maður eiginlega alltaf bjartsýnn og lítið bara björtum augum á mótið. Já, það ekki? Jú, þú veist, mann finnst það náttúrulega sérstaklega eftir þetta hörmungar ár sem var síðast ára. Við eigum inni eitthvað svona jákvætt og helst bara sigur, það var náttúrulega óskandi en allavega... Já, ég eins og segi, maður er alltaf mjög bjartsýnn og ég tel að liðið sé svona í rétti átt líka í sinni þróun og með endurnýjun í leikmann og annað, þannig að þetta verður einhvern veginn alltaf núna, svona síðustu ár verður alltaf meira og meira spennandi. Þegar maður að sjá þessar nýju leikmenn sem komið fyrir 2-3 árum vera að þroskast og svona ná kannski þessu konsepti sem að Gummi að leggja áherslu á. Þannig að maður svona býður bara eftir að liðið springi aðeins út og okkur ekki núna í ár. Ég held það líka í síðustu ári en ég held núna að það eru líka fleiri leikmenn hérna að spila stærri hlutverk erlendis og við munum sjá það endurspeglast í leik liðsins. Já, þessi aukna reynsla skilir sér inn í okkar leik. Já, nákvæmlega. Já. Og það náttúrulega verið svolítið í umræðinni að fyrirliðin fjarverandi, að Aron verður ekki með og einhverjir sem hafðu áhyggjur af því, en erum við ekki bara, trúum við ekki bara að okkar menn standi sína plikt, samt sem áður, þó að síðan verið annar fyrirliði? Jú, það við fengum frábæran fyrirliða líka í staðinn. Já, einmitt, ég segi það. Okkar mann hérna, Rakureyri. Heldur betur, það kemur maður í manns stað. Já. Frábær leikmaður og frábær liðsmaður og hann eftir að sinna þessu hlutverki með sóma, það veit ég. Að missa Aron að sjálfsögðu, það ekki þetta að horfa fram hjá því að það stórt skarð. Já. En það oft þannig að liðin bara standa það bara, liðsmenn þéttar saman og fylla það skarð bara með einhverjum öðrum hætti. Hvort þess að einhver samheldni eða bara einhverju koma þá óvænt inn og fá sína mínútur og vilja þá sanna sig og það getur þá þýtt að liðið verður bara allan jafn gott en með Aroni. Já. Ekki horfa það bara þannig? Jú, ég held við verðum að gera það. Það nú ekkert óalgengt að liðið verða fyrir einhverjum skakkaföllum en Gummi finnur ykkur lausnir með strákunum. Já, ekki spurning. Og hvernig fyrir þig sem hefur svona mikla reynslu og hefur spilað svona mikið sjálfur, hvernig að horfa á svona mót? Ertu alltaf að pæla í leikkerfunum eða hvað þú myndir sjálfur gera í þessum aðstæðum? Hvernig upplifunin? Já, hún eiginlega margþætt en svo kemur maður að hugsa aðeins hvernig undirbúningur var þegar maður var sjálfur og maður þekkir náttúrulega Gumm út og inn maður veit svona nokkuð hvernig hann að leggja upp hlutina í mörgum tilhlutan allana og hvað hann væntanlega að segja núna í hálfleik og svo framvegis, þannig að maður næra svona einhvern veginn að upplifa þetta kannski aðeins öðruvísi en kannski flestir. Já. Og mér finnst alltaf erfitt líka að horfa á mót að því að mér langar fyrstulega að vera þarna. Ég voru til að geta spila bara handbolta sem eftir við æfinnar og eru kannski bara að spila í janúarmótunum. Já. En svo var ég svona fyrsta árin eftir að ég hætti í landsliðinu þá var ég að horfa á leikina og þá tók ég eftir að ég svitna svo mikið upplifun var svo mikil og sterk og tenging við þá leikmennina líka. Hún alltaf hefur mikil endurinn átt sér stað en það hefði minnkað en maður finnur samt fyrir þessum svona óróleika og svona æsingi stundum. En maður að upplifa kannski leikina aðeins öðruvísi og maður að pæla auðvitað í hvernig að vinna þetta varnarlega og hvernig sóknarlega líka í kerfunum og svona. Og svo ýmislegt sem maður þekkir þannig að frá fyrir tíð. Heldur betur og væntanlega spilar inn í því þú náttúrulega búin að vera að þjálfa svo mikið sjálfur líka. Þú hlýtur að horfa á það með þeim augum líka. Já, bara maður komið að handboltanum á svo ótrúlega marga vegu og þannig að maður hefur sína skoðanir og annað og svo líka maður að horfa á þetta líka til að bara læra eins og þú segir, maður í þjálfun og stundum sér maður einhver nýja afbrigði af hinum af þessum kerfum eða lausnum, þannig að
maður reynir svona kannski þá að horfa til þess og tilengja sér það og jafnvel og þá í þjálfunni. Já. Jafnvel hafa samband við bara Gumma og spyrja hann bara hver hugsunarefni er bakvið og taka það jafnvel upp. Já, einmitt, það er náttúrulega ótrúlega magnað að vera í þeirri aðstöðu að geta gert það, sko. Fengi upplýsingarna bara frá fyrstu hendi, eða þannig? Já, ég bara þess að ég nefni þarna Gumma, sko, við náttúrulega höfum verið, ég hef svona, kann man segja, langa sögu. Það er eiginlega svona hluta til honum að þakka að ég byrjaði nú í handbolta á sínum tíma aftur eftir ég tók mér smá pásu og eftir það höfum við svona haldið góðu sambandi, þannig að það er gott að eiga svona reynslu kall til þess að leita til þegar kannski áreynir. Já, sjálfsögðu. Og hérna, þetta byrjar í næstu viku, er það ekki mótið, eða núna í HM? Já, það er hérna, nú eru undankeppnisleikir í gangi við Portúgal. Já. Og nú þarf að klára það og svo er bara að fara beint inn í mótið og er á svona framandi stað fyrir okkur, Egyptalandið, þannig að þetta verður svolítið svona upplifun líka, þannig að ekki bara mótið sjálft, heldur líka þá staðsetning. Staðsetningin, já. Þetta er allt svona, og þetta er alltaf óvenjulegt. Já, það er hérna, maður stundur saknaði þess þegar maður fór á sjálfur á þessu móti að fara einmitt ekki á svona framandi stað, sko, það var svona meira upplifun og gerði mótið enn skemmtilegra fyrir vikið. Ég trúi því frekar heldur en það er bara einhvers staðar í Evrópu eða einhverju svona kunnulegum. Já, sem maður kannski búin að fara til 5, 6, 7 sinnum jafnvel, sko, og spila. Og þú þekkti nánast kaffehúsin hann í kring, sko, í bænum sem varst, þá var ekki alveg sama glamúrið, sko, en þegar maður komst einmitt á nýjar staðsetningar, lönd, þá var það alltaf að gera þetta svona aðeins skemmtilegra, sko. Einmitt. Það mátti alveg vera Evrópu, en auðvitað, ef þú komst í nýja heimsálfu, þá var það enn skemmtilegra. Já, og það er náttúrulega líka hluti af því, sko, ég get ímyndað mér að eykur á bara svona spennuna fyrir mót að fara á nýjan stað og það er einhvern veginn svona að allir sé að upplifa eitthvað nýtt saman í fyrsta skipti. Spilar örugglega inn í bara alla upplifunina af mótinu. Bara hárrétt, sko. Þannig að þetta að hjálpa með það allavega að vera að fara til Egyptalands í þetta skipti. Já, en svo er það náttúrulega svolítið litað af ástandinu. Já. Og þannig að leikmenn kannski hafa ekki sama frelsi þá, eitthvað á milli leikja og svona til þess að kynna sér land og þjóð, þannig, þá var sikkinum bara að fara niður í bæja og eitthvað svoleiðis. Já, það er bara upp á hótel. Það er bara hótel og út gluggann, sko. Já. Þannig að þetta er svona, En það er alltaf örlítið hlýrra loftslag og þetta hugga sig, ég vissum að það eru margir sem sitja fastir hérna heima sem væri alveg til í nokkra gráður í viðbót allavega, þannig að öfunda liðið allavega að því. Já, ekki vona að margir fara á þetta mót. Nei. Ef þá ykkur. Ég held að við getum allavega að spá því með fullri vissu eiginlega. En við allavega erum bara bjartsýnir. Já, þú veist, af hverju ekki, sko. Af hverju ekki. Ég held að það sé bara hárrétt, af hverju ekki. Við bara bindum mikla vonir við að þeim gangi vel í Egyptalandi og bara þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn og spjalla þetta við mig. Já, takk fyrir að bjóða mér og til hamingju þáttinn. Og takk fyrir bara þetta flotta umhverfi hérna.